Góðan daginn og velkomin í HM30. Og í dag það markmið nr. 5. Já, eigum við að sjá hverju stöndum á letihetju heimshetjuskálanum. Aha, við færumst nær og nær því að verða heimshetjur og höldum áfram að kynna okkur markmiðin sem við ætlum að ná fyrir 2030. Í dag það jafnrétti. Það orð sem við heyrum oft, jafnrétti. Sýnaðu hvernig það virkar. Þetta jafnrétti. Fáum jafn mikið á kökunni. Svo líka að segja þetta til dæmis laun. Fáum jafn há laun fyrir sömu vinnu. Já, auðvitað ætti þetta að vera þannig. En fyrst við erum að ræða þetta, þá það sennilega ekki þannig. Eða hvað? Nei, bara alls ekki. Sko, það nánast jafnt af körlum og konum í heiminum í dag. En samt eru fleiri karlar sem stjórna fyrirtækjum, fleiri þingmenn eru karlar, fleiri karlar eru með hærri laun. Og þetta bara kerfi sem við verðum að breyta því það bara nákvæmlega ekkert sanngjarnt við þetta. Kíkjum á launamun kynjanna í heiminum. Samkvæmt UN Women hann 23%. Það þýðir að ef karl fær 1000 krónur, fær kona 770 krónur. En við þurfum að hafa í huga að þetta miðað við sömu forsendur. Það að segja, kona og karl sem eru með svipaða menntun, starfsreynslu og fyrir sömu vinnu. Já, akkurat. Það þýðir ekki að bera saman einstakling sem nýbyrjaður í menntaskóla eins og ég og svo hámenntaðan rafvirkjameistara eða lögfræðing. Það gengur ekki. En hvernig þetta á Íslandi? Á Íslandi þetta aðeins skárra. Ísland í fyrsta sæti á lista Alþjóðaefnahagsráðsins kynjajafnrétti. Jafnrétti á milli kynjanna og hefur verið í 11 ár. En samt þetta ekki jafnt, heldur 15% munur. Já, eins og við sjáum hérna, þá fær kona 850 krónur fyrir hvern þúsundkall sem karlmaður fær í laun. Glata dæmi. Svo eitt í þessu líka, það eru heimilistörfin. Þeim eru jú ekki greitt, en konur verja 2,5 sinnum meiri tíma í ólaunuð heimilistörf en karlar. Þetta miðað við heiminn allan. Já, oft þetta aðeins skárra á Íslandi, en það þetta 1,5 sinnum meiri tími. 13,5 klukkutímar á viku á móti 9 tímum á viku hjá körlum í ólaunuðum heimilistörfum. En svo líka mikil kynjaskipting á vinnumarkaði. Konur eru líklegir að sækja ákveðin störf og karlar önnur. Til dæmis, kennarar og hjúkrunarfræðingar eru miklu oftar konur og smiðir, múrarar og rafvirkjar eru oftar karlar. Það væri nú gaman að breyta þessu og ég held þetta sé svona smátt og smátt að breytast. En það skiptir svo miklu máli að við fáum öll að sinna því sem við höfum áhuga á, óháð kyni, en séum svo öll metin jafnt og öll kyn sinni heimilinu. Annað bara ótrúlega gamanlegt. Nú staðan svo að konur oft teknar fram yfir karlmenn þegar þær sækja störf til þess að rétta af kynjahallann. Það óásættanlegt. Sá hæfasti á bara fá starf eða stöðuhækkun og karlar eru oft hæfastir. Ég skal taka þetta. Það hefur sýnt sig að stundum þarf að setja reglur og fara í öflugar aðgerðir til þess að laga það sem að í samfélaginu. Til dæmis kynjahallann. Það var til dæmis settur kynjakvóti í spurningakeppnina Gettu betur fyrir nokkrum árum og núna verður að vera allavega ein stelpa í hverju liði svo þessi gilt lið. Við stelpur þurfum flottar fyrirmyndir allstaðar í samfélaginu rétt eins og strákar. Ójafnrétti kynjanna eitt mesta óréttlæti heimsins. Þetta markmið nr. 5, jafnrétti kynjanna, sem tengist beint markmið nr. 4, menntun fyrir alla, sem tengist á nánast öllum hinum eins og við fórum yfir í síðasta þætti. Akkurat. Núna langar okkur að sýna ykkur myndband ótrúlega unga konu sem heitir Malala. Hún barðist fyrir jafnrétti og menntun kvenna í heimalandi sínu, Pakistan. I was named after a girl, an Afghani folk hero who was killed in a battle. Just after I was born, my father got our family tree. It went back 300 years, but not a single girl or woman's name appeared on it. He decided to make me the first. He wrote Malala. That's me. When her father's school was closed down by the Taliban, Malala Yousafzai began to campaign for the right of young girls across the country to go to school. I have rights. I have the right of education. I have the right to play. I have the right to sing. I have the right to talk. I have the right to go to market. I have the right to speak up.
They shot her in the head. She is still in critical condition. She was airlifted to a military hospital in Peshawar, where she had surgery. As surgeons battled to save her life, vigils took place throughout the world. In this first photo released today, Malala's eyes are open and she appears. Here we have some really good news to report tonight. Malala Yousafzai walked out of a London hospital today. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. They thought that the bullet would silence us, but they failed. My message right now is to young people. We are living in a world where things are not the way we want. We are getting a system, we're getting a world which is unequal, which is sexist, which is racist. We have systems that are discriminating against people. Our climate, our environment is at risk. And there's so much that needs to be done. But I hope that young people, they stand up, they raise their voices, they start their activism right now. Let your age not stop you. Oftentimes we're told that, you have to be 40 and 50 to change the world. I do not believe in that. I think you can be a change maker right now. If you are 11, if you are 16, if you are, 30, 40, change is possible anytime. And I want you to believe in yourself and make this world a fairer, more equal, and a better place for each and every one. And once again, there are positive solutions that can turn things around fast. We need more women in positions of power at every level of government. The time has come for quotas that make sure women are equally represented in every country. It's time to make our laws equal so that every woman is entitled to a job and a national identification card and to own property. Women must be able to live free from violence and have the right to make decisions over their bodies and lives, especially in choosing if and when they marry. We must guarantee full access to sexual and reproductive health services and rights. We must provide the money to close the gap in girls' education. And there are important changes needed to achieve economic empowerment for women. From equal access to finance, to ending the gender pay gap, to equal access to the digital world. From mobile bank accounts, to digital payment systems and digital education. Þetta ótrúleg saga af magnaðri konu og við getum lært af henni að við höfum rödd og við getum breytt heiminum hvar sem við búum, sama hvað erum gömul. Já, við skulum kíkja á hvar við stöndum á hetjuskálanum eftir þessa yfirferð. Já, allt að koma hjá okkur. Það sem við getum gert að láta í okkur heyra. Stöndum með jafnréttinu, það betra fyrir alla.